Ég heiti Jósef Halldór, 30 skamaður. Ég á 2 veitingastæði á höfuðborgarsvæðinu sem heita La Trattoria. Ég heiti Eyrún og er 34 ára. Ég starfa sem framkvæmdastjóri fimleikafélags IA. Kattamamma og mamma. Sko við búum á Akranesi út af, í raun og veru bara út af lífsgæðum. Það er allt stutt hérna, stutt að fara, stutt að hjóla, stutt að labba. Bara barngott umhverfi. Samfélagið bara er frábært. Betra fasteignaverð hérna heldur en til dæmis á höfuðborgarsvæðinu. Það sem ég myndi segja að vera helstu kostur með að búa á Akranesi það er rosalega auðvelt aðgengi að öllu sem krakki getur gengið í skólann, hjólað í skólann. Það eru frábæri frístundastrætóar hérna sem að leiða börnin í tómstundir. Frábært íþróttastarf og algjörlega hlutlaust mat. Keyra á milli er einn besti tími dagsins. Þannig þá færðu tímann fyrir sjálfa þig. Það er bara 40 mínútur. Það er rosalega stutt. Fyrir mitt leyti þá er þetta ekkert endilega það lítið að allir þekki alla. Og ég held að það sé svolítið mýta. Minn vinahópur heldur svolítið í ræturnar hérna og maður getur hoppað í kaffi til bestu vinkonu sinnar sem að býr 5 mínútna ferðalag. Mér finnst líka frábært hvað samfélagið grípur einstaklingar sem að þurfa því að halda. Nú eigum við okkar fyrsta barn og við erum svo heppin að við fengið geggjað pláss hjá bestu dagmömmu Skagans, hlutlaust mat. En við erum að fara í leikskóla á næsta ári og það eru rosalega flotti leikskólar hérna á Akranesi. Margir hverjir bara glænýir og með rosalega fagmenntuðum, flottum leikskólakennurum. Þannig að við erum heldur betur spennt fyrir næsta ári. Við erum þannig fólk að okkur finnst þetta rólega umhverfi frábært. Og við elskum að fara bara í rólega göngutúra og fara á leikvelli. Síðan finnst okkur mjög gaman að fara í skógræktina sem er frábært út í þessu svæði. Það er best. Og gefa öndunum brauð og leika í kastalunum og svona. Áður en við eignuðumst hana, þá vorum við mjög dugleg, allavega einu sinni í viku, að fara á Akrafellið og taka sér guðurlegu á sunnudagsmorgnum. Síðan eftir að Koti kom, Koti sána, það er æðislegt. Hún er aðeins stærri núna, þannig að við getum bara stundað þetta aðeins meira. Bara hjóla með hann á Langasand og tekið guðurlegu. Hljómar ekkert smável í góðveðri. Alltaf gott veður hér. Það rok er algjör mýta. Veit ekki hvaðan þetta kemur, sérðu? Það hreyfist ekki strá, sko.